Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið í sæl og blessuð, við ætlum að ræða pólitík, stöðuna á Alþingi og stöðuna í samfélaginu, einhverju leyti viðhorf almennings til pólitíkur, svona eins og þau hafa birst okkur fjölmiðlafólki á síðustu vikum og fengið hérna einn þingmann, ég hef valið einn þingmann úr minnihlutanum til þess að ræða svona hreyfingar í íslenskum stjórnmálum og ég hafði samband við hann og bað hann að koma hingað og ræða við okkur í dag, aðalega vegna þess að mér fannst hún standa sig snöfurmannlega í umræðum á þinginu í gær. Vertu velkomin Þorbjörg Gunnlaugsdóttir. Takk fyrir það. Þingmaður Viðreisnar. Það eru margir, þið eru sennilega með fleiri áhorfendur að fylgjast með ykkur núna á þinginu þessa dagana heldur en oft áður, bæði vegna óvissu þinglok, það er spenna hvaða mál komast í gegn og svo framvegis, en það sem að þú til dæmis gerðir mjög alvarlegar athugasemdir við í gær, það var tvennt. Það var annars vegar að boða væri til funda í nefndum með ömurlegum hætti og algjörlega óbyrgum hætti og svo finnst þér alvarlegt mál að samgönguáætlun verði ekki afgreidd nú á vorþinginu. Geturðu byrjað á að útskýra aðeins fyrir okkur af hverju það er svona alvarlegt mál að samgönguáætlun verði frestað til hausts? Sko, mér finnst maður bara svona kannski sjá breyttan takt hjá ríkisstjórninni eftir því sem að álíður og ég er ekki bara að meina núna síðustu vikum, heldur bara allt þetta kjörtímabil sem mest svona bara einhvern veginn speglast í því að virðingin fyrir verkefninu er farin. Að stóra málið hjá hverri ríkisstjórn hlýtur að vera að eitt að hún sé mynduð utan einhverja hugmyndir og einhverja stefnu og tvö að framfylgja þeirri stefnu. Ríkisstjórnin núna er ekki mynduð utan neitt annað en að bara geta setið einhvern ákveðið langan tíma. Þess vegna eru að sjá reglulega svona hringi af einhverju ráðherrabrölti og það er eilíflega verið að semja að þú fær þetta, þá fær ég þetta í stað þess að það sé verið að labba í takti eftir einhverju stefnu. Hvað fór þú úrskeiðis með samgönguáætlun? Akkur náðu þau ekki að semja hana núna? Ég get auðvitað ekki alveg svara fyrir stjórnarmeirihlutann en það var algjörlega augljóst mál eftir því sem leið á vinnu nefndarinnar að þau voru að ströggla. Þannig Sigurður Ingi, þá sem innviðaráðherra, búin að leggja fram samgönguáætlun. Til 15 ára, í samgönguáætlun eru allir vegir, öll göng, allar brýr, hafnir, flugvellir. Þetta er kort yfir landið okkar allt. Ótrúlega margir milljarðar. Ótrúlega margir milljarðar og þegar að undirstofnanirnar sem að tilheyra verkefnunum eru með, þá er þetta 900 milljarðar á 15 ára tímabili. Já. Og svona áætlun er sett upp til þess að sé einhver langtíma stefnumótun það í hvaða verkefni að fara, auðvitað þarf að fjármagna þau, en þetta er líka spurningum innbyrðis forgangsröð, bullandi pólitík í þessu. Já, pólitísk hugmyndafræði setjandi stjórnvalda á hverjum tíma, hvað er mikilvægt? Á hverjum tíma, og ég get alveg sem þingmaður í stjórnarandstöðu sagt það að mér fannst þessi samgönguáætlun margt mjög sérstök. Suðurlandið kom mjög vel út, Vesturlandið og Norðvesturkjördæmi óskaplega illa, Austfirðirnir sömuleiðis. Þannig að ég var ekki að fara að afgreiða fyrir mitt leyti þessa samgönguáætlun fullkomlega dús við hana, en aftur þetta snýst virðingu fyrir verkefninu og sýna það að menn geti axlað ábyrgð og unnið sína vinnu og það geta þau ekki lengur. Einmitt, en ert að segja að Sigurður Ingi, nú var þetta á hans forræði áður, hann færi svo yfir í fjármálaráðuneytið og Svandís Svavars er orðin innviðaráðherra og nú er þetta orðið hennar baby. Ert að segja að sem sagt aðdragandi kosninga samgönguáætlunin hafi verið svolítið merkt, hann hafi verið búin að pissa meira út í Suðurlandið sem uppbyggingasvæði sem þingmaður þar heldur en hérna Svandísi hugnast núna, það kunna vera ein. Ég veit ekki hvað Svandísi hugnast en ég svo sé mjög erfitt að hérna sjá ekki pissið. Þannig að það var algjörlega þannig
En og eins og ég segi, maður fann það inn í nefndinni að þau voru að ströggla með þetta. Við erum búin að vera að vinna þessu verkefni síðan í október. 70 ólíkir aðilar, sveitafélög landsins og alls konar hagaðilar voru búin að leggja það á sig að það var vinnu að skila inn skriflegum gögnum, umsögnum og athugasemdum við málið. Það er búið að funda málið, þannig að síðan í október, þannig bara því samhengi, þá sér fyrir heila þingmenn, alla þá þingmenn sem þar sitja, starfsmenn þingsins, fólk að fljúa utan á landi til að koma og funda með okkur vegna þess að menn eru þeirri trú að ríkisstjórnin ætli og geti ágreitt þetta gagn. Það gátu þau ekki. Það fyrir núna í ruslið og það þýðir að þegar að ný samgönguáætlun, hvort sem að vera þessi óbreytt eða ný samgönguáætlun Svandísar Svavarsdóttur með þá væntanlega aukinni áherslu vinstri grænna verður lögð fram, þá hefst hringurinn að nýju. Það er mælt fyrir málinu inn í þingsal, máli fyrir inn í umhverfis- og samgöngunefnd, allir aðilar þurfa að skila inn gögnum aftur, þannig að það er það sem ég er að tala um. Virðingin fyrir verkefninu er farin. Við sáum þetta í síðustu þinglokum að þá kastaði ríkisstjórnin út á borðinu nánast öllum sínum frumvörpum vegna þess að var innbyrðis ágreiningur. Samgönguáætlunin ekki neitt, gjaldur fyrir þetta núna og ég gat bara ekki stillt með að stríða Sigurð Inga á því þegar meirhlutinu farin að tala um það að þetta sé eingöngu að gerast vegna þess að það vanti upp á gögn og það vanti upp á fjármagn. Sigurður Ingi lagði fram samgönguáætlun, Sigurður Ingi lagði fram fjármálaáætlun. Svo talaði það að þessar tvær áætlunir haldist ekki hendur. Þannig að spurningin var eiginlega talar Sigurður Ingi ekki við Sigurð Inga? Einmitt. Og svo þessi staða sem uppi var, þú varst líka, því ég nefndi það áðan, þá varstu líka að tala um Bjarna Jónsson og hvernig hann hefði vanrækt skyldur sínar sem formaður ákveðina nefndar. Farðu yfir það í örfáum orðum fyrir okkur? Já, þetta hljómar kannski eins og einhver tæknilegt raus. En ég sitt sem varaformaður í þessari nefnd. Þetta er stærsta verkefni ársins í nefndinni. Og þetta er eitt af stærstu verkefnum þessa þings, samgönguáætlunin. Og eins og ég segi, maður fann að þau voru búin að vera að ströggla með þetta, það var að vera að boða til funda, frestaði með 5 mínútna fyrirvara, alltaf án skýringa. Og á föstudeginum þá voru sendir ykkur póstar eftir að þau slaufa fundi, verða frekari fundarhöld í dag, engin svör. Eftir hádegi? Eftir hádegi, já. 2 eða 3 póstar, svo er fólk bara farið heim úr vinnu eins og gengur og gerist milli 5 og 6 og með hálftíma fyrirvara er boðað til fundar, þar sem að þau kynna þessa ákvörðun sína að samgönguáætlunin verði ekki afgreidd í ár. Það hefðu þau sjálfsög vel geta gert á næsta fundi okkar eftir helgina, en það er bara sérstakt að það lá engin óskup á, en það gerðist eitthvað þessara 3 flokka í millum sem var þess valdandi að þetta vildu þau gera 6:30 á föstudagskvöldi og og það mæti ekki allir? Mæti ekki allir, nei, ég var sjálf stödd í bónus og bara ekki með síman. Svo er rifrildi þarna í þinginu í gær hvort það hafi verið sendur úr tölvupóstar eða ekki og Birgir Ármannsson ítrekka sakaður að taka sér stöðu með stjórnar þingmönnum á þess að hafa kynnt sér málin. Sko, með það, forseti þingsins er kosin með atkvæðum alls þingsins. Hann er ekki forseti ríkisstjórnarinnar, hann er forseti alþingis. Og hluti af því, þegar að vera að tala um virðingu þingsins, er auðvitað að þingið sýni það og spegli það alltaf að við sem erum þarna vinnandi berum virðingu fyrir okkar verkefnum, sýnum að við getum unnið þau. Og mér finnst svona stundu þegar fólk er að tala um pólitíka þá haldi það að fólk eigi ekki að vera í innbyrðisum átökum hugmyndir. Það snýst ekki um það. Og ég held að fríst og sprekt þing, það rífst að því við erum ekki sammála. Og það er bara hluti að því að ytta hugmyndirnar. En svona vinnubröð eru ótrúlega leiðileg og óþolandi. Það sem við vorum bara að biðja forseta þingsins og minna hann á. Það er ákveðna reglur það hvernig við vinnum og þessar reglur eiga að spegla það að við séum að sýna alþingi og verkefnum okkar virðingu. Að forseti sé þá ekki eilílega í því að þykist ekki vita hvað gerðist. Þrátt fyrir að það sé búið eiga með honum fundi, það sé búið á upplýsan, að þá sé hann eilílega í þeirri stöðu að þykist frá frekari gögn áður hann getið tekið afstöðu. Hann á að standa með alþingi. Já.
við erum svolítið föst í því að við sitjum hér uppi með sama fólkið ár eftir ár á þess að það njóti fulls trausts. Það má nú alveg benda á það að það sé ekkit alveg eðlilegt að við Birgi Ármannsyni hafi ekkit verið stuggað eftir dóm Mannréttindadómstólsins þegar hann var yfir kjörbréfanefnd í svokölluðu talningamáli. En það er ansi margt sem að almenningur undrar sig á utan þingsalar. En maður upplifir stundum að þið þingmenn eruð ekkit kannski allt of dugleg við að ræða og stundum finnst manni svolítið sko að skorti á samhljómin á milli svona þess sem almenningur er að ræða utan þingsalar og þess sem gerist innan þingsalar. Og mér langar sem dæmi núna aðeins að ræða við þig ég get sagt svona bara persónulega að í gær þá hitti ég fólk í tvígang, almenning sem sagðist vera að upplifa það að það hefði aldrei haft eins mikinn áhuga á pólitík, íslenskri pólitík og pólitískri framvindu mála eins og núna. Og þetta var miðöldra fólk og eldri borgarar og þeir hafa bara farið í gegnum lífið og treyst þingmönnum og ráðherrum til þess að taka ákvarðanir, traustið er farið. Þeir treyst ekki lengur þingmönnum og ráðherrum til þess að taka ákvarðanir. Við vitum hvernig þessi ríkisstjórn hefur orðið til. Við vitum að hún nýtur svo lítils trausts að það er innan við 30%. Við vitum að 45.000 undirskriftir voru til höfuðsbjarna Benediktssyni. Það eru rosalega margir Íslendingar sem að vilja ekki sjá hann sem forsætisráðherra og telja það bara algjörlega absúrt. Og þetta verðist eitthvað að hafa svona ýfst upp hjá þjóðinni á þjóðhátíðardaginn að sjá þennan umdelda mann með hans umdeldu sögu vera komin í hjarta íslensku þjóðarinnar á Austurvelli, en svo eru líka svona girðingar, játgirðingar og það er einhver tilbúin almenningur hér í nánast einhverjum brúðufötum og svo er hirðin þarna hinum megin og það er lögreglan. Og af því að þú vannst áður hjá, þú ert fyrrum saksóknari, þá það sem almenningur talar núna er sko og vill að þið þingmenn ræðið í auknum mæli, það séu hvort Ísland sé að breytast í allsherjar lögregluríki og fólk vitnar til þess að það séu vísbendingar að það hefur verið gengið fullharkalega fram við skuggasundundaginn. Síðan aftur þarna eftir eldhúsdagsumræðurnar og svo hefur fleira verið nefnt og af því að þú varst þarna einu svona að vinna hjá framkvæmdarvaldinu beint þessum hluta. Deilir þú áhyggjum almennings af því að Ísland sé að verða lögregluríki og þetta tengist áherslum Bjarna Benediktssonar og ríkisstjórnar sem ekki með allt og góða samvisku yfir því að sitja í þeim sætum sem hún situr og hlaði utan sig lífvörðum, öryggisgæslu, lögreglufylgd, rauða glimmerið á öxlunum á Bjarna hefur margoft komið til umræðu hvort þetta séu ekki allt of sterk viðbrögð við litlu. Hvað segirðu? Kannski fyrst upphafspunktin þinn áhugan og aukna umræðu, þá finnst mér og við höfum alveg rætt það í þingflokki Viðreisnar að við finnum þetta. Þar myndi ég kannski aðeins vilja rósa fjölmiðlum líka. Það er aukið úrval af umræðu þáttum, þannig að fyrir þau sem hafa áhuga þá býðst miklu meira aðgengi af þingmönnum er betri en áður var. Og ég finn bara á þessum stutta tíma sem ég verið á Alþingi, 4 ár, mikinn mun á því hversu mikið ég er að fara í þessa þætti. Og við sáum þetta líka bara í forsetakjörinu, núna daginn, að það var stórkostlega breytt landslag hvað þetta varðar. Frambjóðendur í alls konar podcastum, það var ekki bara þannig að þetta væri ríkismiðlinn eða Stöð 2, heldur ógrynni af miðlum sem að gáfu svona núansa inn í frambóðið, þú sást frambjóðendur með öðrum hætti. Þetta held ég gerir líka verkum að ungt fólk hefur meiri áhuga á stjórnmálum eða aukin áhuga á stjórnmálum og mér fannst svona, og hefur fundist það svona alltaf í yfirlætislegt þegar að svona rýnendur er að tala forsetaframboðið svona eftir á, nefna þáttöku ungs fólks eins og það sé svona einhver svona one-timer
og það hafi með TikTok að gera og ekkert annað, eins og það sé bara alltaf því skrítið að ungt fólk hafi valið að mæta á kjörstað. Frjálsvilji unga fólks hafi verið talað niður í þessari Mér finnst það hafi verið talað niður svona, Já. og það sé svona einhverjar auðvitað getur maður alveg ímyndið sér á milli kynslóð að sé ólíku taktur og ég og þú fylgjumst með öðrum miðlum heldur en börnin okkar en einhvern veginn að hvað þeirra finnst mér að hafa verið smættað. En ég held líka að þessi aukni áhugi sé stórfjöldar áhyggjur fólks af framtíð heimsins og ekki síst bara svona óbragð í munni yfir stjórnmálum samtímans hér á landi vegna þess að umboð þessara ríkisstjórnar til þess að fara með völdin í landinu orkar mjög tvímælis í huga mjög margra Íslendinga. En varandi svo seinni punkti sem hún nefndir með sko aukna löggæslu og svona, þar finnum við þetta líka mun sem vinnum á Alþingi að löggæslan orðin sýnilegri við þinghúsið og við sjáum sjálfsög þetta líka breyttan takt fyrir utan þinghúsið, það mikill stígandi í mótmælum nánast viðvarandi ástand. Það? Þarum, já, ég meina það ég ekki bara að tala vegna stríðsins að það myndi ég segja bara gegnum gangandi meiri aktivismi, það geta verið þeir sem að mótmæla lagareldinu, það grásleppa, það bara með mjög reglubundum hætti að það eru mótmæli við Austurvöll. En varandi þennan punktum, forsætisráðurinn okkar og hvort við búum í lögregluríki, þá ég bara þannig innstilt og byggi það á minni reynslu að ég þykist bara vita að ef að það þannig að lögreglu yfirvöld meta sem svo að einhver ráðherra þurfi vernd eða löggæslu sér við hlið, það byggir á einhverju efnislegu mati. En þar myndi ég líka alltaf segja að þetta hangi saman við ákveðna skautun. Mér fannst áhugavert að forsætisráðherra hann talaði skautun í sinni ræðu. Það í fyrsta lagi stef sem við sjáum því miður mjög víða í Evrópu. Mér fannst til dæmis áhugavert að sjá franskan landslýsmann Mbappé biðla til fólks það að kjósa í fransku kosningunum, talaði til ungs fólks þar að vera vakandi fyrir því sem að gæti gerst í þeim kosningum. En ég held að mér fannst skiljanlegt þegar þessi ríkisstjórn var mótuð fyrra sinni. Þá var búið að vera mikill pólitískur óróleiki og þetta var niðurstaðan þá. Síðan kosið aftur og þau velja sér að fara aftur saman þrátt fyrir að þess væri sjálf sér engin þörf. Ríkisstjórnin á mjög mikið í þeirri skautun sem við blasir í samfélaginu í dag. Þegar að svona flokkar sem að geta í reynd og við sjáum það og þetta ekki bara einhvert rausi í einhverjum þingmann í stjórnarandstöðu, þau geta ekki klárað málin vegna þess að þarna eru bara ósamstæðir flokkar fullkomlega að velja sér að vinna saman. Afleiðingin verður vantrú út í samfélaginu, afleiðingin verður skautun, afleiðingin verða auknar áhyggjur, afleiðingin verður aukin reiði. Þetta afleiðing af þessu stjórnarmestri. Já, ég held að þótt meirihluti Íslendinga sammála með það að við þurfum að ræða skautun, þá sé meirihluti Íslendinga á þeirri skoðun að Bjarni Benediktsson sé ekki rétti maðurinn til þess að ræða við okkur skautun. Og af því að þú nefnir það að það sé armslengd á milli lögreglu og hennar ákvarðana með öryggismál og hvernig þetta sé, þá sáum við það bara síðast í gær að ráðherra Sjálfstæðisflokksins Guðlaugur Þór, við sáum það í umræðu umhverfis skandal upp á Akranesi að menn þykja bara sambandið á milli þess sem að ráðherrar gera og segja og það hvort þeir eru í liði með einhverjum eða á mála hjá einhverjum eða hvort þeir hafa hrifist af einhverju zeitgeist eða eitthvað svoleiðis að það ekkert þetta sjálfstæði. Við erum með þetta pínu litla og fámenna land sem allt mergsogið af klíkuskap og tengslum og þegar saman fara óvinsældir, langmestu óvinsældir nokkur stjórnmálamanns sem eru mældar
og svona vísbendingar alltaf meiri og meiri varnarmúra í kringum valdið þar sem það þykkast frá almenningi á degi eins og 7. júní þá hringja viðvörunar bjöllur margra. Það líka sko bara svona heilt yfir þið eigið náttúrulega fína spretti í stjórnarandstöðunni, maður sér það en maður sér líka að það eins og að sko þið, minnihlutaflokkarnir séuð flest hver þið viljið ekki blása þann möguleika út af borðinu að þótt Bjarni Benediktsson eigi sér sína sögu þá verði þið kannski bara í ríkisstjórn með Bjarna Benediktsinni frá með næsta hausti. Það eins og sko mér finnst skorta svolítið á það að minnihlutin setji sér einhvers konar prinsip og segi bara það bara prinsipmál að starfa ekki með sjálfstæðisflokknum undir stjórn Bjarna Benediktssonar. Ég man eftir einu flokki sem hefur sagt þetta, það eru Píratar. Ég held að þið séu galopin, alveg eins og Samfó sem að tala nú og fólk að ganga á Samfó vegna þess að það sagt að þau séu að útvatnast til hægri og þetta eitthvað sem að fólki í landinu upplifir ekki samhljóm við orðræðu minnihlutans á Alþingi. Hvað segir þetta? Mér finnst áhugavert að heyra þetta sem þú segir að þér finnist að ég lesi sem svo að þér finnist við ekki nægilega beitt gagnvart ríkisstjórninni og þú vísar í umræði þar að það mist í svona, ég heyri þetta en svo heyri ég líka og það líka almenningur sem segir það að við gerum ekkert annað en að gagnrýna ríkisstjórnina við séum bara í neikvæðni og svona þannig að þetta fólk sér þetta auðvitað mjög ólíkum augum. Hlutverk stjórnarandstöðu auðvitað sína aðhald og eftirlit og bara það leiðir á sjálfu sér að stjórnarandstæðinni á hverjum tíma aðeins minna hress heldur en ráðherrarnir sem mæti í viðtöl að boða einhver gleðitíðindi. En engin pólitísk prinsip með samstarfsaðila í næstu ríkisstjórn? Eru það bara Píratar einir sem að segja við ætlum ekki starfa? Ég held að það sé Píratar einir sem að hafa útilokað sjálfstæðisflokkin, menn ég veit alveg hver afstaða ykkar hér á þessari stöð til þess hvernig stjórnarsamstarf þið viljið, en ég held að það sé raunverulega þannig að þeir eru einir það að hafa fullkomlega útilokað og verið í útilokunum hvað einn tiltekinn flokk varðar. Já, en vegna það síðasta sem þú segir, ég er blaðamaður í mínum huga og hjarta. Ég hef 40 ára reynslu af því að greina Íslands samfélag. Ég hef skoðanir á því, sannarlega, hvaða stjórnmálaflokkar eiga skilið að vera við stjórn í landinu með að við sögu þeirra og ekki síst persónulega einstaklinga, en ég hef engar stjórnmálalegar skoðanir á því hvaða flokkar eiga verið ríkisstjórn. Já, ok. Við erum kannski aðeins geta fundist greina það á þessari stöðu að þessi þannig að en það er samt þannig. En það ég meina hver svo sem ástæðan það byggir þá á reynsluðinni sem blaðamaður eða hvað það er. En ég hef smá áhyggjur af þessu að það er eins og almenningur fá alltaf minna og minna. Núna það hefur verið, samfylkingin hefur farið með himinskaut í skoðanakönnunum og þar verið gefin út einhver lína, við skulum draga okkur í hlé, við skulum ekki vera með upprópanir, bæjarfulltrúi þarna sem að hættir vegna þess að hún finnst mér mjög lögmætar ástæður bara fyrir því að nefna það að henni finnst mannúð í útlendingamálum ekki næg samkvæmt stefnu breytingu af því að við getum sett puttan á það hvernig samfylkingin ræddi útlendingamál fyrir ári og núna. Það er meira að þið hafi verið svona meira konsekvent myndi ég telja, hafandi fylgst með þinginu í fyrra eins og núna. En hvað getið þið gert til þess að lægja vantraustsöldurnar? Það náttúrulega vantraustið sem langstærsti vandinn og við erum að tala mótmæli, við erum að tala lögregluríki að það liggur við að maður geti sagt að stjórnmálin eigi ekki gott skilið ef það ekki lína á milli ástæðunar fyrir því að almenningur fullur á vantrausti gagnvart stofnunum eins og Alþingi og gagnvart þeirri stöðu sem uppi er nú. Hvað segir það? Ég held að vantraustið sé stóra og stærsta áhyggjuefnið og að þú byrjaði nú að nefna Guðlaug Þór og þetta mál sem upp komið núna ég þóttist menn hlusta bara á eitthvað að grípa það og segja að það eru kraftaverk í gangi og við skulum gera hitt og þetta Einn hluti þess sem varðar tengist þessu vantrausti finnst mér vera kúltúr sem að einkennir ekki síst sjálfstæðisflokkin og eiginlega aðalega sjálfstæðisflokkin
og það ofboðsleg harka þess flokks gagnvart eftirliti og eðlilegum leikreglum. Samskipti með stjórnvalda við fyrirtæki, návíði þar, að eftirlitsstofnanir, nefnir samkeppniseftirliti til dæmis, séu þannig fjármagnar að þær hafa einhverja burði til að sinna sínum verkefnum, gæta þess að heilbrigðar leikreglur á mörkuðum, gildi og svo framvegis. Og það auðvitað sérstakt, finnst mér að hægri flokkur komi fram með þeim hætti. Þú veist, þú fylgist með bandarískum stjórnmálum að það það algjörlega skýrt að þeir tala samkeppnislöggjöf, mikilvægi hennar sé á pari við mannréttinda ákvæði fyrir fólki í landinu, að engin markaður virki án þess að það sé heilbrigð og hraustleg samkeppni í gangi. Og vantrausti held ég sé afleiðing af því þegar eililega verið að ýta borðinu eðlilegum leikreglum, eðlilegu eftirliti. Þannig ég myndi segja að það sé mjög stór hluti af þessu og við sjáum það í þessu nýjasta máli varandi þetta fyrirtæki að þar einhvern veginn birtist okkur að running tight. Já, þar var ekkert eftirlit. Nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig í þessu lá eða hvað gerðist og ætla ekki hef oflitlar upplýsingar til að vera að tala um það. En það blasir við að það var ekki eftirlit. Hver settur umhverfisráðherra í því máli sem að breytir skoðun umhverfisstofnunar og segir nei, þetta ekki varp í haf. Það Bjarni Benediktsson. Og þar komum við aftur inn á þennan upphafspunkt minn, hvar virðingin fyrir verkefninu? Þú ert í ákveðnu embætti, því fylgir ákveðin skylda, ákveðin ábyrgð. Hvar virðingin fyrir verkefninu þegar undirstofnanir hafa komist að einhverju niðurstöðu og hún telur ekki. Það með ólíkindum. En svo varandi stjórnarsamstarfið og útilokun, þá get ég alveg sagt fyrir mitt leyti að mér algjörlega blasa við að vænleg niðurstaða eftir næstu kosningar væri einhvers slags miðja. Miðja sem að getur unnið saman og í þá almannahagsmuna. Þá ert að tala Framsókn, Samfó og ykkur. Ekki satt? Það getur verið einmynd. Það getur verið einmynd? Viltu nefna aðrar? Veist þessi mynd fín. Já, ég held kannski að... Nei, menn þetta auðvitað bara, en að þú spyrð útilokun, að þá líka, það blasir þetta bara við málefnilega hvar snertiflitirnir eru sterkastir. Já, en ég held að þetta halda öllu opnu eins og verið hefur, það var kannski hægt á meðan Ísland var minna polariserað heldur en það orðið núna. En það komin svo mikil skautun. Það alls konar mismunum sem í gangi, það alls konar jaðarsetning í gangi sem að verið að gefa athygli meiri heldur en áður var og þetta hefur alltaf verið misrétti, fátækt og allur fjandinn, alls konar áskoranir og vandamál. En núna þá svona hafa flestir einhverja rödd og þetta með að halda öllu opnu, ég held að þetta sé aðferð sem að almenningi hugnast ekki núna ég held við þurfum að fara að kalla aftur á einhver prinsip og orð og efndir og þið þingmenn, þið getið reist nýtt traust upp úr því sambandi almennings og stjórnmálafólks sem að gengur út á að endurheimta siðferði og prinsip. En hvernig það verður gert nákvæmlega ekki alveg gott að segja. En hvernig svona í lokin... Stórluti að því þetta samt að það sé algjörlega skýrt af hálfu alþingis og hálfu ráðherra og hálfu undirstofnana að það eitthvað regluverk sem á þjóna hagsmunum almennings og það sé alltaf virt. Og það bara ekki alltaf þannig. Við sjáum það ekki alveg skýrt að þannig sé það á Íslandi að sömu reglur gildi fyrir alla. Nei. Það fyrsti punkturinn. Og verður að vera algjört leiðaljós að þú sért ævinlega með almanna hagsmuni að leiðaljósi. Já. Ég hef kannski verið svolítið dramatískur hér á köflum en mér svellur móður eins og mörgu því fólki sem ég hitti bara í sundi. Fólki svellur móður. Þetta ekki góði tímar. Fólk hefur miklar áhyggjur af því sem að gerast utan landsteinana, friði ógnað og það miklar áhyggjur af því sem að gerast hérna innanlands, þannig að sannarlega bíða mikil verkefni
ykkar, hvort sem við göngum til kosninga eftir nokkra vikur næsta haust eða eftir rúmt ár. En hvað sýnist þér svona í lokin, Þorbjörg Gunnarsdóttir, þingmaður Viðreisnar, hvað sýnist þér í lokin að verði þingfrestun? Áttu við hvenær að hún verður? Já, hvenær má vænta hennar og hvaða mál sýnist þér sem að það hafi tekist að semja í gegn? Það ennþá algjörlega á huldu og ef þú veltir í fyrir þér að ég veit að þú fylgist með dagskrá þingsins þá það ekki þannig að Alþingi standi í næturfundum vegna þess að það sé eitthvert ólag eða brölt á stjórnarandstöðu. Við erum dag eftir dag að sjá þingflokksformenn ríkisstjórnarflokkana tala að kannski á morgun fæðist einhver listi þeirra hvaða mál þau geti hugsað sér að afgreiða. En listin einhvern veginn birtist aldrei sem ég veist aftur sína stóra vandamál þessar ríkisstjórnar ekki hvort að Katrín Jakobsdóttir var forsætisráðherra í hægri stjórn eða Bjarni Benediktsson sé forsætisráðherra í vinstri stjórn, heldur svo staðreynd að þessi ríkisstjórn fullkomlega óstarfhæf. Og það birtist í því að við erum á verðbólgutímum, heimilinar finna fyrir háum vöxtum, biðlistar eru einkennismerki íslenska heilbrigðiskerfisins, kennarar vinna við ómögulegar aðstæður í skólum. Menntun Íslendinga núna síðast þetta með skapandi hlutan í PISA-könnun. Við erum bara með allt niður okkur. Við erum með allt niður okkur. Og þegar maður heimsækir skólana þá finnur maður kraftin og metnaðin í kennurunum en mjög breytt landslag það við hvaða aðstæður þau kenna. En á síðustu metrum þingsins og þá einhvern veginn átökin á milli ríkisstjórnarinnar netverslun áfengi, hvalveiðar. Þetta speglar á engan hátt áhyggjur almennings og talið í heitu pottunum í laugunum. Og það enginn þessari ríkisstjórnar. Hún úr takti við allan raunveruleika. Já. Þú ætlar að leiða okkur út úr ógöngunum með framsóknarmönnum og Samfylkingunni. Það var ég sannarlega ekki að segja. Þú varst að skamma mig fyrir það að útiloka ekki Sjálfstæðisflokkinn og ég einfaldlega að halda því til haga að það hefur ekki verið íslensk menning að gera það. Við horfum auðvitað á Norðurlöndin, þar hafa verið blokkir. Við höfum aldrei haft það system hér á Íslandi. Ég var bara svona að lýsa fyrir mitt leita því mér fannst þú vera að draga mig svo í átt að einum flokki sérstaklega svo líka til eitthvað sem heitir miðja í stjórnmálum en það þetta ákveðið einkenni á íslenskum stjórnmálum og kúltúrnum sem ég hefur verið alla tíð að flokkar fara ekki algjörlega límdir inn í baráttuna og það þetta samtal hvort að það sé eitthvað sem þurfa að breytast eða eigi að breytast menn það þetta skiptar skoðunum það líka, það ekkert allir sem á því að það sé betra að vera búin að brenna merki einhverja aðila í upphafileiks. Nei, ég ánægður með það að þú skildir, að ég skildir ná einhverju upp og varðandi hugsanlega framtíð. Mér finnst það gott hjá þér. Ég vil líka bara taka það skýrt fram að ég teldi bara ekkert athugavert við það að Sjálfstæðisflokkurinn yrði præmkostur í næstu ríkisstjórn ef höfuðans væri ekki spiltasti og óvinsælasti stjórnmálamaður samtímans og ég skil ekki að aðri fjölmiðlar, meginstraums fjölmiðlar hér svokallaðir, þeir ávarpi það ekki reglulega og við séum öll að láta eins og það sé bara allt í lagi og það sé bara eðlilegt að þessi tiltekni maður sé formaður Sjálfstæðisflokksins og valdamestur Íslendinga og þetta, sko það er svo merkilegt með það að nú einhver að hlusta eða horfa og hann segir, já, hann Björn, hann svo pólitísku sjálfur. Nei, þetta hefur ekkert með pólitík að gera. Þetta hefur með söguna að gera. Þetta hefur með siðferð að gera. Þetta sér hvert einasta mannsbarn að sumir ekki í neinu fötum. Og ég held að við þurfum kannski stundum aðeins meiri samhljóm á milli þeirrar umræðu sem við höfum mælt í könnunum. Já, en nú getur við sittið hérna tvö og talað ólíka flokka og forystu í þeim flokkum en svo það auðvitað bara þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur valið sér Bjarni Benediktsson til forystu. Ég segi það. Og það þeirra ákvörðun og við getum haft skoðun á henni en það bara eins og það Ég segi það. Og hann hefur staðið af sig
mótframboð Jú, jú. þar á bæ, þannig Já, já. hérna En á meðan svo þá má velta því fyrir sér hvort sjálfstæðisflokkurinn sé stjórntækur eða sé valkostur fyrir aðra flokka en þá sem að kjósa að klára meðan líkgönguna. Mér nú reynda Í líka þessari stjórn. fundist sérstakt í þeim efnum varandi sko umfjöllun að því ég held nú að sko, ég ætla nú bara að fá að leyfa mér að segja það að upp til hópa fólk sem að velst til starfa á Alþingi gott fólk. Já, Og sem ég trúi því líka. gengur gott til. Einmitt. Og með þess að líka vond umræða þegar að einhvern veginn stjórnmálin eru öll sett undir það að þar sé fólk sem að allt sé að vinna í þágu sérhagsmuna. Nú misti ég hans þráðinn. Er fólk að því að tala að þingmenn séu allir að vinna í þá sérhagsmuna? Ég held að svo umræða sé ekki góð Nei, að tala með þeim hætti. nei, Af því að hérna, það er ekki þannig. nei. En ég held sko að fólk upplifi að sumir minnihlutaflokkana séu dálítið hérna að huga almennis hérna almannahagsmunum en svo þegar þú komin í stjórn þá ofta eins og eitthvað breytist. Er það bara hérna Ísland einhvern veginn að við höndlum illa að fara með völd í svona litlu klani ættarveldi? Ég held í allir falli að svona samstarf og við sjáum það þegar líður og setna kjörtímabili. Þetta er ekki gott. Ég held raunverulega að hluti þess vanda sem við blasum í dag, sem er aukin skautun, er þetta minnstur. Því það er einhvern veginn, þau vinna út frá því að vera með gagnkvæmt neitunarvald. Og ríkisstjórn á að reyna að koma einhverju áleiðis en ekki bara verið því að stoppa mál hvers annars. Nei. Það býr til ákveðið andrúmsloft sem að fer langt út fyrir ríkisstjórnarherbyggið, langt út fyrir Alþingi, heldur út í samfélagi allt. Fólk finnur það að það er algjört stopp í samfélaginu. Já. Það er framkvæmda stopp og vegna þess að ásatnir ná ekki saman, þá erum við einhvern veginn bara eins og í frosti. Er ekki líka bara algjörlega óþólandi að vera í minnihlutunum og vita að skiptir engu máli hvaða hugmyndir þú færð, hvaða góðu verk þú hérna, hvort sem það er þingmannafrumvarp eða hvað það er, að ekkert af því sem að þú núna í minnihlutunum ert að hugsa og gera mun fá framgang, ekki nema það að þú getur svona pizzað inn miðlað skoðunum þínum þannig að þingmennir í stjórninni séu sammálaðir. Sko birtingamyndin niður á þingi er reyndar aðeins flóknar en þetta. Það? Það er alveg rétt að þau mál og þau frumvarp sem að við leggjum fram þau ná ekki fram, komast ekki, þú farað að mæla fyrir þeim, svo farað þeim í nefnd og þar sofna þau og eru látin sofna og þetta er einhver kúltúr sem hefur viðgengist allt og lengi. Er hann skiljanlegur? Hann er skiljanlegur upp að einhverju marki. Ég get skilið að ríkisstjórn eins og þessi svæfi mál okkar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hvort að ég halda viðræðum við Evrópusambandið áfram. Þannig að hann er skiljanlegur vissulega einhverju marki, en hann er ekki skiljanlegur öll mál, eða mál sem að það ætti vel að vera hægt að mynda samstöðu En inn í nefndum þingsins þá getur sterkur þingmaður í stjórnarandstöðu haft áhrif til góðs með þeim hætti að það fara einhver mál á dagskrá sem annars ekki voru þar. Ég ætla bara að leyfa mér að segja það að þú ert nú nefna löggæslu en ég hef barist mjög fyrir því inn í fjárlaganefnd í tengslu við fjármála áætlun að það gildi það sama lögreglu og heilbrigðisstéttir hvað varðar þá breytu að þetta fólk sé undanskilið afhaldi. Þarna er fólk sem er að vinna á sólarhringsvöktum, allur kostnaður er launakostnaður, þú ferði í aðhald, þá þýðir það alltaf uppsagnir. Stytting vinnuveikunar, hún hafði rosalega mikil áhrif. Fyrir þessu hef ég verið að beita mér mjög mikið og ætla bara að leyfa mér að segja það að ég eigi eitthvað í þeirri niðurstöðu að lögreglan í dag undanskilin aðhaldi. Þannig að þingmaður og þingmenn í stjórnarandstöðu hafa sannarlega áhrif. Síðan er það þetta þannig og að því að umfjöllin er oft þannig að við sem að rífast inn í þingsal en það sem við erum að gera inn í þingsal eins og í gær er að halda því til haga og minna þá á þegar ég fer og tala við fjármálaráðherra það hvernig má það vera að þið ætli ekki afgreiða samgönguáætlun þá fer það út í umræðuna og ráðherrann þegar hann fer á mannamót í kjölfarið þarf að svara því
hvað gerði þetta að verkum Já. og þetta alveg liður í gangverkinu og mér finnst að við þurfum að vera í stjórnarandstöð, við erum ekki að vera eitthvað lítil í okkur með það, þetta okkar hlutverk. En stjórnvöld hvers tíma ætti að vera nægilega stór til þess að hleypa alltaf einhverjum þingmálum minni hlutans í gegn. Einlæglega það væri frábær skilaboð til þjóðarinnar. Það væri frábær skilaboð til þjóðarinnar og í mínum huga mjög augljós leið til þess að auka virðingu Alþingis. Akkurat. Þannig að það ótrúlega gamaldags hugsun að vera fastur í þessu. Já. Og eins og ég segi aftur, að geta auðvitað verið einhver þau mál sem fundamental ágreiningur og þá það auðvitað þannig að það búið að mynda ríkisstjórn eða á að vera búið að mynda ríkisstjórn utanum ákveðnar hugmyndir og það verði til þá einhver girðingum það að ekki allt annað komist áfram. En ég var til dæmis með mál sem ég lagði fram sorgarleyfi. Í dag erum við með sorgarleyfi í lögum fyrir þá foreldra sem upplifa þá hræðilegu sorg að missa barn. Að Alþingi hefur sagt, við ætlum að taka utan fólk í þessari stöðu og standa með þeim hætti að fólk sem að glíma við sorg á fyrstu mánuðum geti tekið sér leyfi frá vinnu án þess að yfir þau hellist á líka fjárhagsáhyggjur. Og ég lagði fram frumvarp að bæta því við að í þeim fjölskyldum þar sem að annað foreldri hefur látist, til dæmis bara við þekkjum öll sorglega sögur þess, það eru hjón eða par þar sem að annað foreldri deyr til dæmis bara úr krabbameini eða hver svo sem ástæðan allt í einu stendur eitt foreldri eða annað foreldri eftir með börn frammi fyrir nýjum veruleika að þessar fjölskyldur eru hliðstæðar hinum fjölskyldum hvað var það þennan rétt og auðvitað ekki allar fjölskyldur þannig að þessi tveir foreldrar en það getur verið annan náinn aðstandandi amma eða afi eða hvernig sem það en við vitum að það eru 100 börn á ári á Íslandi sem missa foreldri eftir stendur mamma, pappi, afi eða amma eða hvernig sem það með það verkefni í fanginu að standa og styðja við barn í mikilli sorg stærsta áfalli lífsins ættu við ekki að geta gert það sama fyrir þessar fjölskyldur og við gerum fyrir hinnar. Því ég mælti fyrir þessu máli, það komu þingmenn upp úr stjórnarliðinu og töluðum það hvað þetta væri gott mál, skynsalegt og fallegt. Það ringdi yfir með tölvupóstum frá fólki sem hefur þessa reynslu og vildi svo gjarnan sjá þetta mál verða að lögum. Þessu máli fylgir engin óheyrilegur kostnaður og það ekki þannig að það sé bullandi pólitískur ágreiningur þetta mál. Eina ástæða þess að þetta mál verður sennilega ekki að lögum fyrir í breyttri ríkisstjórn að það var rangur þingmaður sem lagði það fram. Já, þetta glatað. Þetta ömurlegt og þetta ekki þurfa að vera svona og auðvitað gerist það í þinglokum að við semjum og ríkisstjórnin svona hendir og dúsum þið fáðu eitt mál og þið fáðu eitt mál Viðreisn fékk fyrir nokkrum árum til dæmis það samþykkt baráttumál okkar að það yrði sett í lög að sálfræðiþjónusta yrði hliðsett annarri heilbrigðisþjónustu með þeim hætti að hún yrði niðurgreidd. Við vitum að hver staðan í geðheilbrigðismálum hver staðan í geðheilbrigðismálum ekki síst ungmenna og það algjörlega háð í hvort að unglingur á foreldri eða foreldra eða bakland sem getur greitt fyrir sálfræðiþjónustuna. Tíminn í dag yfir 20.000 krónur. Það var samþykkt og við náðum þessu fram eftir margra ára baráttu að fá það inn í lög að sálfræðiþjónusta skyldi hliðsett annarri heilbrigðisþjónustu. En hvað gerir svo? Ríkisstjórnin hefur aldrei sett fjármagn í þetta. Þannig að þessi lög eru lifandi dauð. Já. Og því miður ekki eina dæmi. Því miður ekki eina dæmi þetta. Í millitíðinu hefur það að vísu gerst að það eru komnir einhverju sálfræðingar inn í heilsugæslu landsins. En hver sagan þar? Þú kemst ekki til heimilislæknis hvað þá til sálfræðings. Þannig að það mikið talað geðheilbrigðismál en þarna var ofboðslega skýr aðgerð sem hefði mátt fara í, sem var fullkomin samstæðum á Alþingi en ríkisstjórnin svaraði með þeim hætti að neita að setja fjármagn í þetta. Við vorum með mann hér við Rauðaborðið í gærkvöld sem lýsti því hvernig það væri að þurfa að bíða eftir lækni í 3 ár. Þetta ekki í lagi.
og það vantar svo mikið á þetta síðlagi. En Þorbjörg Þá Gunnlaugsdóttir, dugar ekki tala bara hagvöxt og sjáðu ekki veisluna. Kæra þakki fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Við erum komin svolítið vel yfir tímann sem ég ræddi við þig að mér langaði að hafa þig hér hjá okkur við rauðaborðið, en kæra þakkir fyrir að gefa okkur þennan tíma á annarsunnum degi. Og nú ferð þú niður í þing og tekur í hnakkadrambið á þeim sem það eiga skilið, ekki satt? Jú, það er mitt verkefni. Það er mitt verkefni. En áfram höldum við og Gunnar Smári sér næsta kafla. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.